Finnur, það eru tveir ansi stórir leikir framöndan. Hvernig líst okkur á verkefnið sem við erum að fara í núna? Bara spenntir. Það er mikilvæg leikir. Það er erfitt að fara út í svona landsleikjum og vinna, en það er það sem við ætlum að gera. Búlgaría er fyrir leikurinn og það er leikur sem við séum kannski bæði meiri möguleika og leikur sem er mikilvægur að taka. Já, ég klálega. Staðan er svo að við vantar eitt sigur til að tryggja okkur upp í eina milliriðil. Tveir sigrar, þeir setja okkur í góða stöðu í milliriðinum, en við byrjum bara á þessum Búlgaríuleik og við vitum það að við vorum ósáttir hvernig sá leikur endaði hérna síðast og finnum við viljum svolítið kannski svona hefna fyrir það að ná að sýna okkar rétta andlit í 40 mínútur í þeim leik. En eftir þann leik þekkjum við Búlgarana betur í stakk búin til að færa þann leik? Já, bæði og ég held að þeir samanskapið þekki okkur betur með það voru ákveðnir hluti sem þeir voru að gera í seinni hálfleiknum og leiknum hérna í Laugardalshöllinni í nóvember sem við lentum í veseni með og við þurfum að finna leiðir til að leysa þau vandamál og samanskapið við fáum leikmenn inn í liðið núna sem voru ekki í þeim leik þótt að vanti ennþá leikmenn frá síðasta glugga þá erum við held ég líka sem liðið betur stakkún fyrir þá leiki heldur en leikinu í nóvember. Það er mikla breytingar á landsliðinu svo sem hefur verið í gegnum þessa glugga. Engin Jón Örn og engin Pavel en Tryggvi er með hann. Tryggvi með og gott að fá hann ekki bara daginn fyrir eins og við vorum búin að fá hann í síðustu gluggum. Þetta það er slæmt að vera án þessi leikmann og sérstaklega bara út frá stöðulega að vera að missa svolítið vænginn okkar svona starri bakverðið og starri þessar strákar sem eru að leysa fyrst fjarka eins og Pavel sem gerði gríðarlega vel í síðasta glugga. Þannig að þetta þýðir kannski við þurfum kannski aðeins að hreyfa liðið öðruvísi en samskapið þá er það ekkert endilega neikvætt. Svo endum við þennan glugga í fullu höll í Finnlandi, það lítur að vera eitthvað sem kýtlar vel. Já, gaman við Finnlandi, góð stemming þar og náttúrulega við vorum í hörkuleik við þá í Eurobasket í síðasta haust þannig að við vitum að þeir eru að mæta með sitt sterkasta lið þannig að þetta verður erfiður og strembinn leikur en virkilega gaman að vera þarna og sérstaklega gaman að yngri landsliðin geti verið þarna á svæðinu og tekið þátt í þessu með okkur.